Komið þið sælir og við erum áfram við sama Heygarðshorn og erum ennþá að glíma við sögu þessa manns, spyrja á móti hvort að hún sé merkileg. Þá líka önnur spurning sem má spyrja, saga nokkurs manns merkileg? Ég held að svona þeir uppi staði, jú, hún sé það nú. Þannig við erum einstaklingar, skapaðar persónur af sjálfum Guði og það allt merkilegt sem hann gerir. Og við lifum með honum sem trúum hvern dag eftir að trúin kemur og það hlýtur að vera merkilegt. Þannig að saga einstaklinga, hvers sem í raun og veru, eitthvað sem áhugavert. Það nú merkilegt þegar við förum að skoða það að líf okkar hvert svo eins býsna merkilegt. Og þetta kemur allt saman í ljós þegar við förum að grafast fyrir það sem við höfum gert. Og þá sjáum við líka að ýmislegt hefur á daga okkar drifið og sumt bara nokkuð áhugavert. Það held ég að við getum verið sammála og þetta held ég að sé sagan okkar flestra. Þó okkur svona strangt til tekið finnist ekki mikið tilkoma, en annað gerist þegar við erum komnir á staðinn að við erum byrjuð að rifja þetta allt saman upp. Ekki bara það, við höfum gaman að því, ekki bara það að okkur finnist hún áhugaverð, heldur aldrei að vita nema öðrum finnist það líka. Og þetta þetta endurstrikun þess að lífið merkilegt. Og ég lifandi manneskja, þú ert lifandi manneskja, þú hefur reynt margt, ég hef reynt margt, þú og ég höfum bæði og báðir sopið ýmsa fjöruna, en hér erum við, keikir, fengið að eldast upp í þann aldur sem við erum nú í og meira, verið þáttakandur í alls konar verkum, störfum og athöfnum, starfað við ýmislegt og svo höfum við líka leyft okkur að ferðast svolítið. Og ég held að ég sé nú ekki einn það að hafa ferðast. Hvenær þetta byrjaði að ferðast man ég nú ekki alveg nákvæmlega, en sem krakki fór ég með foreldrum mínum í smá ferðir svona hingað og þangað, en að vera í tjaldi, það var nú ekki, held ég bara aldrei, og með að vera krakkar. Dagsferðir stundum jú, en ekkert meira heldur það. Berjaferðir, já, það voru svona dagsferðir, en það var aldrei til að mynda til tjald heima á meðan ég var krakki. Og allir ég hafi ekki keypt fyrsta tjaldið sem kom inn á heimili vort, það gæti nú trúa því. Allavega átti ég tjald, það er líklega verið sumarið 71. Þá var ég komin með skóta, gráan skóta, 66 módel man ég, sem ég keypti af lágvöxnum manni, mjög lágvöxnum. Við kölluðum þá líka dverga. Og hann, ég var þá ekki með próf, ég var að taka, eða svona fór fljótlega ég að taka próf eftir að ég keypti bílinn. Ég átti bíl og með ég var að læra á bíl. Og ég man eftir því að var að dunda mér ýmislegt við hann og svona, man eftir því líka svona til þess að riðverja hann og svona fóðra hann, að þá setti ég koppaviti inn í hurðarnar á honum. Samkvæmt ráði vina mín sem var eldri og reyndar í þessu og þetta gerði ég. Setti koppaviti inn í hurðar fyrir innan hurðarspjöldin og á járnið þar og svo setti ég strega í feitina, makaði vel á þetta
og það átti að verja náttúrulega fyrir riði og líka svona utanaðkomandi hljóðum. Og ég ekki frá því að þar hafi unnist nokkur sigur. En ég gerði þetta og það fylgdi bílnum svo lengi sem ég var með hann. Og þessum bíl fórum við, móðir mín og bróðir einn, og ég held að ein systir hafi farið líka. Við vorum stundum saman, þetta fólk. Eða móðir mín og systir mín var oft með okkur. Og við ákveðum að fara til Þingvalla, hitta þar systir mína og mann hennar, máminn. Og við hittustum þarna í einhverju rjóðri þarna á Þingvöllum, í skóginum þarna á Þingvöllum, og við förum að tjalda, hjálpust maður að tjalda. Svo kemur í ljós að vinurinn hafði gleymt stöngunum, en tekið með tjaldið en engar stangir. Og nú voru góður á dýr. Áttu við að hætta við, eða áttu við bara, hvað áttu við að gera? Mágur minn, úrræða góðu maður, blessuð sé minning hans, hann hélt nú ekki. Við færum ekki að fara. Við skildum vera þessa helgi í tjaldinu sem við ætluðum að gera. Þetta var sjómaður, seilur fram í Fingurgóma, og eins og aðrir sjómenn, að þá var hann líka með spotta í bílnum. Og hann hélt nú að hafa verið að redda þess og gera með léttum leik. Við bara bindum tjaldið upp á milli greina, sagði hann. Og móður mín blessuninn, henni leist nú ekki vel á þetta, maður. Hún hélt nú ekki, hún ætlaði að fara að hanga upp í tré. Þannig að það var bara leita allt út að við værum bara á leiðin heim. En einhverjum tókst að sannfæra frúna að þetta væri nú ekki hættulegt, þetta væri vel hægt að gera, og hann sagðist ofta hafa gert þetta sjálfur þegar undir svona kringumstæðum, og við finnum okkur hentut rjóður, það sem ekki mjög langt á milli trjáa, og við bindum annan endan í trjágrein, þarna rétt hjá, og þræðum spottan í gegnum tjaldið, stungum bara niður í það sem að stöngin átt að fara, og svo stungum honum upp hinum einn í hinna stöngin þar sem hún átt að vera, á engi stöng, og svo bara strekt og tjaldið lyftist. Og einhverjir hælar, ég held við nú verið með hælapokana með okkur, þannig við gátum hæla niður botnin, minni það nú, jú, það held ég alveg örugglega. Og svona bundum við tjaldið, strengdum það út með hlíðarböndunum, og það verið sjálfur sér ekkert mál með það. Og ef við vantaði stangirnar, þannig að tjaldið okkar blessað, það gæti vel verið að þetta væri í fyrsta skipti sem ég nota þetta tjald, en þó ég ekki vissu það, getur vel verið að ég hef verið búin að tjalda því eitthvað líka. En ég held allavega að þetta sé í fyrsta skipti sem við sofið í þessu tjaldi. Og þetta var semst á föstudegi eða laugardegi, föstudegskvöldi eða laugardag, föstudegi, og við erum þarna við þessar aðstæður nóttina, og allir sváfu eins og, bara eins vel og hægt að sofa í tjaldi, og þannig að það væsti ekkert okkur þarna á milli trjána, hangandi í þessum spottum. Og þannig fór að við kláruðum þessa helgi, ég, móðir mín og 2 systkini, og þetta ágæta indæla fólk, mágur minn og systir, eldri systir nokkuð eldri en ég. Og blessuð sé minning þeirra beggja, því að þau blessun nú bæði farin. Þetta nú einn parturinn af lífinu, öll kveðju við að lokum. En þarna var langt eftir í það, og við áttum þarna ágætu stund saman, ekki manni nú svo sem hvað við gerðum, en allavega var tjaldið
milli þessara greina og það slútti niður því að það var ekki hægt að spenna þetta mjög vel upp vegna aðstæðna. En með öðrum orðum að þá var þessu öllu saman reddað. Og það nú líka þannig, það hefur maður nú séð, að það furðu mörgu hægt að redda. Það furðu mörgu hægt að bjarga við. Ég man nú ekki hvort það voru margir þarna á staðnum, eða svona, en það gat alveg að hafa verið tjöld þarna inn á milli, þarna í röðrinu. Það var svona, menn voru að tjalda bara hér og hér og það var ekkert verið neitt að segja við því og þetta kostaði ekki neitt og mátti bara vera þarna og þú náttúrulega bara eins og allt séð að fólk gerir, það bara sér það að ganga frá eftir sig og þannig allt saman sé þetta eins og í eins góðu lagi og hægt er. En þarna sem sagt ég á mínu fyrsta bíl sem Skoda 1966 módel sem að Björn vinur minn átti. Hann var dvergur, blessaður kallinn, góður maður og ég man alltaf eftir því þegar ég fékk hann þá var hann sér útbúinn fyrir þennan fótstutta mann og ég man eftir því þegar ég sest upp í bílinn þá voru petalarnir bara hnén á mig voru bara hérna upp við hausinn því þess að fara svo hátt með lappirna til að geta nota petalarna. En það voru aðri petalar þarna undir þannig að ég svona prófaði þetta bara að gera þetta svona og það var ekkert mál með þá, maður bara skrúaði þá burtu og losaði þá frá og þá tóku bara þessir gömlu petalar við og þeir voru í bílnum svo lengi sem ég átti hann. Þetta var ágætis bíl en þetta var alltaf skóti og ef þú átt skóta og þá þarf það líka að geta gert við því að það getur allt bilað í þessum skótum, nefndu það að það getur bilað. Þannig að það gat bara, maður gat verið að fástu allt í þessum bíl eða í þessum skótabílum, ég átti nokkra skóta og þeir voru allir þessu sama marki brendir að þeir gotu bara bilað, já bara allt í þessum bílum gat bilað. Þannig að maður þurfti að vera vel að sér í fræðunum og á þeim tíma maður ágætlaði sér í fræðunum og fyrir utan það nennti maður að gera við bíl og gerði við þennan skóta og alla hina bílana eftir. Í dag nenni ég ekki að snerta á þessum viðgerðum og þetta eitt af því sem aldurinn gerir við mann. En svo förum við heim og tökum saman tjaldið, svona, þetta sem að var og eins og ég segi þá veistu nú ekkert okkur í þessu tjaldi þó að það væri tjalda með þessum hætti en við getum alveg hælt okkur fyrir það að við allavega björguðum okkur. Það svo mikilvægt kæru vinir að reyna að bjarga sér, falla bara ekki eitthvað þunglindi og deburð og allt ómulegt, það alltaf hægt að bjarga sér. Það var hægt að sýna þarna og það var maður oft verið að þurft að sýna það að maður getur bjargað sér. En ég bjargaði mér ekki, það var bara þessi góði mágur minn sem hafði bara ráð undir hverju rifi og var svona ferðavanari heldur en ég og hann dreif okkur bara áfram. Annars sjálfsagt höfðu við bara farið heim. En hann dreif okkur áfram og við samþykktum þetta og mamma hélt nú ekki, hún sagðist ekki ætla að fara að hanga upp í tré eins og hún sagði sjálf og eins og sá hún, það var ekkert verið að bjóða upp á það og henni leiði ábyggilega best á okkur öllum inn í þessu tjaldi. Þannig ekki þetta nú alltaf eins og við höldum. Það sem meira þennan skótabíl að segja, við strákarnir vorum náttúrulega bara guttar, ég var 18 ára gamall og vinur minn hann var eitthvað ár yngri eða 2 og við vorum ofta rúnt á kvöldin. Þetta var á þeim tíma sem við nefndum að vera rúnt á, við fórum, það var rúnturinn í Reykjavík, Austurstræti og einhver hringur hérna alveg endalaust hringur og svo einu stað að þá erum við að keyra eitthvað út á Seltjarnarnes eða það eitthvað staðar, ég man ekki alveg hvað það var og þá gerist óhapp. Ég lendi á vegskilti, ekki á einu, heldur 2 og það fór allt í kökan framan maður.
Þannig að það meittist nú enginn. Ég man eftir ég fekk stýrið á mig, fekk svona smá högg hérna á högguna og að öðru leyti skeði ekki neitt nema bíllinn var ónýtur. Og það var ekki dáttnettið hann meira og hann bara var dreginn heim og svo var hann þar í einhverjar vikur eða eitthvað og þangað til að hann var fjarlægður og settur líklega upp í vöku eða þangað sem að svona bíldrasl fór og fer kannski enn. Og ég man eftir því að Björn, vinur minn, þessi sem seldi mig bíl, hann sá þetta og hann sagðist að hann farið að gráta. Það var alveg ríkalegt að horfa bílinn sinn alveg í köku. Þannig að það getur nú svona tilfinningarna verið með svona suma hluti sem við eigum. Hann keypti þennan bíl nýjan og 66 þá og ég held hann hafi verið búinn að endurnýja og fá sér annan nýjan skóta þegar hann seldi þennan. Hann var bara seldur á kostnaðarverði eða bara eins og gangverð á þessu bílnum var og ég fæ hann sem sagt fyrir kunningja minn. Hann þekkti marga, mann og annan og var aðeins eldri en ég, nokkuð eldri en ég og benti mér á þennan bíl og hvatti mig til að kaupa hann og ég keypti hann. Og átti hann ekki lengi, því miður átti ég hann ekki lengi. En þarna ég sem sagt, þegar þetta ég að fá hann eins og ég sagði og þá var ég ekki búinn að taka prófið. Ég var einn af þeim kannski fáu sem var búinn að kaupa mig bíl áður en ég tók prófið og ég var ekki einn af þeim eins og flestir vina minna gerðu að þeir voru að taka prófið bara leið þeir voru 17 ára. Þá fóru þeir að taka prófið. En ég beið var á 18. ári þegar ég tek prófið ég var orðinn 18 ára þá fyrir ég prófið. Það var hann Ingi vinur minn í Hábæ, leigubílstjóri í Hafnarfirði sem að tók að sér þessa kennslu og hann stóð sér bara mjög vel. Ágætis maður og ágætis ökukennari leið. En hann endaði svona þessi ágæti bíll. Ég held reyndar að ég hafi verið bíllaus. Ég átti ekki alltaf bíl. Ég átti þennan bíl og einhvern annar fekk ég þarna einhverja druslu sem aldrei gekk en ég var oft bíllaus. Lengi. En ég hef núna átt bíl í yfir 20 ár og ætla ekki að vera bíllaus neitt. Ég ætla að hafa bíl en var oft bara í strætóum hérna á milli þegar ég var til að mynda á sjónum. Og þá átti ég bara eftir dintal og dantil bíl. En það var maður alltaf á sjó og í sjálfu sér ekki þörf á því að vera með bíl svona til eignar. Það var ekkert óalgengt að maður tæki sér bara bílalögu bíl. Svona dagpart þegar maður kom í land. Og skilaði hann svo daginn eftir. Það var svona mín leið með þessa bíla og ég var ekkert einn þetta. Bílalegu bílar náttúrulega kostuðu einhverja auran en þetta var ekki dýrt að leigja sér bíl eða þannig séð, þetta kostaði einhverja aura en þannig séð ekki rosalega dýrt þannig að það vafðist ekkert fyrir manni að gera þetta en maður náttúrulega aðtúa það að við sem sjómenn að við vorum ofta á ágætis launum þannig að við erum kannski ekki alveg að tala sama mál og til að mynda fiskverkamaðurinn í bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Það er ekkert víst að Hafnarfjarðar geta leyft sér þetta en við gátum það án þess að þurfa neitt að skera neitt við okkur. Við vorum reyndar alltaf á sjó og svo komum við í land og svo eftir 2 daga þá vorum við aftur komnir á sjó. Og þar höfðum við allt til alls og þurftum ekki að kaupa okkur brauðbita hvað þá heldur meira en við vildum sjálfur þegar við værum heima. Já, svona var þetta þá. En þessi Þingvallaferð, hún er líklega fyrsta tjaldferðin sem við förum saman. Ég, móðir mín og systkini, en við fórum margar ferðir seinna. Þetta er svona byrjunin á því dæmi og í nokkur næstu ár. Þá var þetta tíma allavega bara partur af sumrinu. Og maður reiknaði bara með því að taka frí ef maður var á sjónum til þess að geta farið í þessa ferðir. Þetta var svona ákveðið, það var oft í júlí
þá var verið að fara í þessar ferðir, en ég man eftir þessari ferð, helgarferð á Þingvöllum, þegar hún móður mín blessunni sagði og leist nú ekki vel á, og hún heldi ekki að hún myndi ætlaði sér að fara að hanga upp í tré. En það var svo sem ég sjálfur sér ekkert að bjóða upp á það. En þessu var allir saman reddað og við áttum þessi helgi með þessu ágæta fólki, og eins og ég segi þá man ég nú ekkert svo sem hvað við vorum að gera, ef við vorum að gera einhvað, þannig við vorum allavega þarna yfir þessa helgi, og svo bara skiluðum við okkur heim á mínum gráa skóta með tjaldið með okkur í pókanum, og svo biðu stangirnar eftir fallegur og fínar í ganginum. Það hefur verið búið að taka það frá, en við gleymt að grípa hendi stangapókan. Þetta voru í sitt hvorum pókanum. Já, það er ekki annars. Það var allt í saman póka, allavega það var ekki þá. Allavega var þetta í sitt hvorum pókanum þá. En ég held reyndar að tjaldið hafi nú verið þannig að pókin utan á tjaldið hafi verið þannig að það hefði mátt koma stöngunum þar fyrir. Minni það, allavega gerðist það ekki aftur með þetta ágæta tjald að það gleymdist að taka með stangirnar, og ég veit ekki hvort að það sé til ennþá. Ég vissi að fyrir nokkrum árum þá var þetta tjald til, það er ekkert á mínum vegum. Ég seldi föður mínum það, man ég, hvenær var það? Það var 80, eftir 80, og hann var eitthvað að tjalda þessu, annars notaði hann nú lítið tjald, en svo þegar hann féll frá blessaði kallina þá fengum við þetta tjald tilbaka, og einn bróður minn tók það, og mér skilst að hann hafi verið að nota þetta eitthvað. Eins og ég segi, það getur vel verið að það sé til ennþá. En ef svo er, þá er þetta orðið mjög aldið tjald. Ábyggilega, já, farið að nálgast hálfa öldina, sem það er þó til. En ég veit ekki hvort að erum menn nokkuð að tjalda í dag, er þetta ekki allt eru menn ekki bara í tjaldögnum eða í sumabústöðum eða fara eitthvað. Einhvern veginn skilst mér það allavega að svo sé. En þetta er þá partur af ferðasögu, og ég á nú nokkra svo sem það getur vel verið að Martíni þær fram svona í rólegheitunum ef maður svona mann hvernig þetta var, en þetta er svo langt liðið að það er fullt sem maður mann ekki neitt, en ótrúlega samt hvað maður mann. Svo er yfirst þetta upp þegar maður byrjar að svona tjá sig það, þá dettur ýmislegt svona hvernig þetta var og svona, þannig að þetta er bara gaman. Jú, víst er ævi manns merkileg. Það er ekki annars, erum við ekki sammála um það? Jú, ég held við séum sammála um það. En við stoppum hér og gerum örugglega eitthvað meira að þessu.